segja til svona, já sjómennska ekkert grín. Þó skyldi ég sigla eilífan aldur, ef öldurnar breyttust í vín. Þó skyldi ég sigla eilífan aldur, ef öldurnar breyttust í vín. Það ekki það sem að fara að gerast þér, öldurnar breytast í vín. Já, held ég hljóta að vera. Jú. Við erum velkomnir, Þórður Pálsson, efnahagsráðgjafi Þjóðmála og Þórður Gunnarsson. Hvað aðalhagfræðingur Þjóðmála, eða ekki? Jú, sko, við vorum að ræða það fyrir vikuna að það er mögulega fyrsta stöðulækkun í sögu Þjóðmála að fara eiga sér stað, þar sem ég verð gerður verkefnastjóri í hagdeild. Já. Þannig að Ég það reyndar ekki vera stöðuleikun að vera verkefnastjóra, en Nei. ég svona kannski kýsa sjálfur að líta á mig sem sko leiðtoga. Já, leiðtoga. Jafnvel leiðtoga stafrænna þróunar efnahagsviðs Þjóðmála. Já, það er andlega hliðin í efnahagsmálum er mikilvæg. Það má finna nafn á þetta allt saman, sko. Það er gaman að fá okkur þáttinn, það er sko, ég er alltaf að vera með eitthvað skemmtilegt uppástið og þetta var svona eina sem datt í hug, með 2 Þórða í setinu. Já. Þórður sjóari. Já, þetta var sniðugt hjá Gísli. Nei, ekki? Jú, svona getur maður verið sniðugt stundum, sko. Já, það vantar bara Þór Snæ. Já. Næst. Kannski að bæta við hérna 4. meknum bara og fá hann næst. Já, ég var að spá að vera sko Þórður Snær á Halloween sem er núna helgina. Já. Vera bara hér er 3000 orða greinum samanlegan hagnað viðskiptabankana lestana eða ég drepi þig. Mæta heim til fólk, það er reyndar þess að samlingin er að gera. Það er mæta að það banki upp á Halloween líka. Sem sko líka þýska stálið. Já, ég þarf að láta sauma með eitthvað þýskan stálbúning til þetta sé samfærandi. Rosalegt, sko. Heyrði, við ætlum að byrja á þessu indælis víni hér sem að Styrmir í kampansjörunni leit okkur hafa. 2018 Vintage Pípir Heidsig. Það er svo náttúrulega fyrirtækin að panta jólagjafir þessa dagana, kannski fær einhver svona jólagjöf. Kampansfélagi, þeir bara, og maður pantar hjá þeim, þetta er bara klárt nána staðinn eftir það, ekki? Svo er þetta með mat frá kjötkompaninu, eins og alltaf. Ljúft. Hvað gerir maður á þriðjudaginn í óveðrinu? Grillaðir, vantarlega. Auðvitað, og svo mynda því. Á yfirdúrgrillinu að sjálfsögðu. Býtu, er þetta svona flattarun eða? Já, svona strauja á steikin. Já, þetta er lostætti, norskætti, mikið. Það er kona mín tók með orðinu, ég er alltaf að tala um það að maður er að fara í kjötkompani líka í upphæði vikunar, ekki bara helgar. Þannig að þetta var þriðjudagur. Já. En er þetta ekki að suða á grillinu? Nei. Það er Jóni Gnarr hérna mikið list suða kjúkling með suðu súkkulaði suðu Sigfús suðu Sigfús fá hann kannski fá hann með Þórði Snæ það var gaman það myndi gera þetta skemmtilegt í næstu grillveislu sem við höldum þá suðum við á grillinu eða ekki það fær ekki vel á því ef að skiptum glas, þú fær hérna glas með vökva og ég fær tómt glas í staðinn ekki eitthvað ég hef skipti já svo er náttúrulega við fengum líka að senda skemmtilega mynd frá þriðjudeginum það var alltaf óveður á þriðjudegin já það var vinkon okkar góður hlustandi var að fá sér kakó í þjóðmálabollan okkar það er þetta vantilega runni ljúlega niður það miðast þetta voru kósi ég nota minn svona bara á hverju mennstu degi ég er ekki bara að segja það er bara Ég held að ungt fólk væri alveg að hætta að vera vegan og í kakóseremunjum og væri bara í beinasóði. Það er greinilega þjóðmáli, greinilega þá bara svona höfuð í vóksins. Við bara fögnum fjölbreytileikanum. Það er það sem við gerum. Það er þessa botar auðvitað hægt að kaupa inn á þjóðmál.is. Við erum okkar IT House og Brands, þeir eru að framlega þá fyrir okkur. Þannig að það er líka hægt að skrá sig í þjóðmálstofuna. Það sem eru komin margir góði gestir. Allir komnir hérna? Jú, það er svona að mókast inn í hana. Er ekki Tóti þarna bara í heddernum á síðunum? Ég sé ekki betur. Þetta er bara okkar maður hana. Frá áramótagikunum. Sést í hnakkan á mér hana lengst til hægri. Já. Hnakkan á verkefnastjóranum. Já, þú örnur hana. Já. Veit ekki alveg samt sem þessi svona á sviðinu, hann er svolítið þunnherður. Það var allar verið ég. Nei. Þetta er einhver annar Þórður. Já, það má sama segja þann sem er að stýra þessu þannig. Hann ætti kannski að skella sér til Tyrklands. Já. Kannski kemur að því. Það er áramótagigið, þeir nú bráðum í sölu. Þannig að þeir sem eru í þjóðmálstofunni, þeir fá kannski forgang á það. Það er eitthvað fleira sem erum Ekkert kannski, það er bara þannig. Alveg frábær kvöld í fyrra. Það var skemmtilegt. Mjög vel hefnað og þurft að koma fleirum fyrir þarna á sviðinu. Já. En svona talandum atbyrða lein í sölu, þá nú erum við að fara að setja annað gig í sölu fljótlega eða ekki. Jú. Golfferðin. Já, næsta sumar. Já, það verður bara sett í sölu fyrir þjóðmálstofuna í næstu viku, ekki satt. Jú. Já.
Þannig að golfferð til Írlands. Golfferð til Írlands þarna í þjóðhátíða vikunni, þetta var 15. til 18. júní. Já. Flóið út á mánuði, komið heim 50. Útlega stjórnin heldur þjóðhátíðadaginn við ætlum að halda þjóðhátíðina hérna á slóðum upprunans. Við voru ekki eitthvað að liði hérna frá Írlandi sem við tókum með okkur þegar við byggðum landið á sínu tíma. En í gamla daga. Já. En hvað með hátíðakvöldverðin? Hann 20. nóvember. Já. Þannig að daginn eftir stýrivaxtákvörðun. Já. Það vel við hæfi. Það verður góð stemning þar. Já, fer vel á því. Við getum bara sagt núna að vextirnir verða ekki lækkaðir, það nokkuð? Ég nú svona fann að hallast að því að þið verðið lækkaðir. Það? Já. Verðbólgan að hækka. Það eru tíðindi. Já. Þetta risastórt. Þetta er mjög stórt. Tóti Páls sjá í lækkandi vexti. Við bara hefðum átt að gera, við þyrftum kannski að gera hlýja upptökuna. Við getum byrjað á nýtt. Nei, eftir síðustu stýrivaxtákvörðun þá fannst mér nokkuð ljóst að þeir myndu ekki lækka. Miðað við hvað þeir sögðu og þeir að sjá verðbólguna fara niður að markmiði og þá var svo ljóst að það var bara ein mæling fram að næstu stýrivaxtákvörðun og það bjóst svo sem engi við að hún yrði neitt sérstaklega góð og svo kom hún í morgun og hún var verri heldur en kannski menn heldu. En þá verður þetta að hafa í huga að svona eða strax eftir þeir voru búin að senda frá sér þessa tilkynningu að þá svona slóðu þeir verulega úr á fundinum og svona ég myndi svona segja svona þeirra atburðir sem hafa gerst núna bara að undanförnu að þeir muni leiða til þess að við sem að fara að sjá mun meiri slaka í hagkerfinu. Núna næst að þá muni þeir senda frá sér peningamál og þar verður þeirra spá og ég hefði reyndar áður sagt að það er erfitt fyrir að byggja spám vegna þess að þeir treysta ekki þjóðhagsreikningum. Það er erfitt að treysta eigin spám þegar þú treystir ekki á tölunum svo að spá eftir. Frá Hagstofunni þar að segja. Já, frá Hagstofunni. Og en ef að þeir eru að koma með það að það verður verulegur framleiðslu slaki á næsta ári að þá finnst mér ekkert ólíklegt að þeir lækki núna um 25 punkta til þess að signalera að þeir telji sig geta farið inn í stýrilækkunarferli án þess að það ógni verðstöðuleika. Þannig að ég er náttúrulega ekki að segja að þetta ég er ekki 100% viss á þessu mjög langt í frá en ég held að það séu bara mjög góða líkur á þessu og ég held að við erum að sjá það núna það sem við gerst fyrst með falli Play og þá þetta að fækka verulega starfsfólki hjá Play og Airport Associates og mörgum öðrum fyrirtækjum. Nú við erum að sjá samdrátt í aflaheimildum sem að bæði í bolfiski og svo makrílin sem að ríkissjóðin ætlaði nú reyndar að ná innheimta norska verði á og áttu að vera mikið búbót fyrir ríkið. Nú svo erum við að sjá að jafnblendið er að loka einum Kerskála og síðan þetta stórfurðulega mál með Norðurál og Grundartanga sem er mér að vera 9 orð ársins afriðill fór. Var ekki 2 afriðlar? Já, afriðlar og þetta mun þetta held ég muni hann að valda því að það slakni verulega á hagkerfinu ofan að það bæti síðan þetta stórfurðulega lánamál sem er að valda bæði frosti og uppnámi á fasteignamarkaði. Þannig að ég myndi bara segja það eru góða líkur að Seðlabankinn byrji eða haldi áfram og varfærin hátt með vaxtalækkunarferlið. Já, það verður að gera þetta flóki fyrir Epic eftir vinn okkar sem að auðvitað setja stuðul á þetta eins og alltaf. Já, það hefur nú verið auðvitað að búa sér til peninga þar á síðustu 18 mánuðum eða svo. Það segja allir spilafíklar. En varandi fasteignamarkaðin er það ekki, maður hefur heyrt það að ef að fasteignamarkaðin var ekki erfiður nú þegar og þungur og langar keður á vesinn þá er sennilega algjörlega búið að frista núna með þessum nýju dómum bara eins og höfum séð þessar tölur að fyrstu kaupendur þurfa að vera með 900 skall útborgaðan til að kaupa íbúð á 65 milljónir og svo hefur maður heyrt það líka nefnur á bönkunum að því að vextinni með ekki vera breytilegir en með stýrivöxtum sem að bara gengur ekki upp það sem að stýrivextir eru skammtímavextir þú ert kannski lána til 20 eða 30 ára að þetta verður þá kannski leyst þannig að bankarnir veit eitthvað 25 ára lán en það er endurskoðun ákvaða vöxtunum á 12 mánaða fresti, eitthvað svo leiðis. Já,
Nei, það eru þessi breytir í vexti sem að eru að dæma ólulega eða sko viðmiðið við þá. En þú ert semst bara að lána þá 1 ár í einu en í einhvern 25 ára strúktúr. Þetta verður einhvern veginn leist þannig. Þannig þetta auðvitað með öll sko lán með breytilum vöxtum. Þau eru þetta bara lán til þess tíma sem að vaxtaendaskoðunin tekur til eða vaxta ákvörðunin tekur til. En ég veist að sko, ég veist bankarnir hafa komið alveg óbóðslega illa út úr þessu máli. Akkurju? Og vegna þess að sko, bara hvernig þeir hafa brugðist við, sko, ef maður fer inn á heimasíðu, þeir hætta bara allir með þessi verðtryggðu lán með breytilega vexti. Svo ferðu inn á heimasíðu þeirra og þá sérðu einhver svona 2 paragröf það og jafnvel að þeir séu að auglýsa einhverja aðra þjónustu í einu. Það engin banki komið fram og sagt, þetta problematikinn við sko, sem fyrirtæki sem í viðskiptum við almenning, svona erum við að reyna að leysa þetta. Þetta hefur bara verið, nei, nú erum við hættir og svo bætist þar við að allir bankarnir hafa einhvern veginn verið að ýja því að þetta sé svo gott til þess að losna við verðtrygginguna. Þá spyr maður sér... Það ekki einhver eftiráskýring? Já, ég til að Benedikt Gíslason hafi skrifað grein hann skömmu áður og ég held að það eru allir komið með það að þið vilja losna við verðtrygginguna og ég held að reynda sko að verðtryggingin að hún er sjúkdómsengin, hún er ekki orsök verðbólgunar, þannig ég held að þetta sé algjör misskilningur hjá þeim. En það sem er aðalatrið eins og ég líti á þetta, það er það sko að bankarnir eiga í viðskiptasambandi við almenning og almenningur treystir þeim fyrir mjög mikilvægum hagsmunum sem eru húsnæðislán sín. Þá finnir hans mér sko að þessi bankar eiga bara að gjöra svo vel að skýra það út fyrir almenningi hvað bankin er að gera fyrir almenningi en ekki hvað bankin eigi að bátt með því að fara að einhverjum dóm. Nú þar fyrir utan reyndar þessi dómur alveg stórfurðulegur vegna þess að lán með breytilegum vöxtum eru veitt út allan heim og aldrei neitt vesen og í þessu máli þá var það reyndar engin fyrir tjóni af ákvörðunum bankans en þessi stað þá tekur Hæstiréttur aðeins að lúslesa einhverja lánaskilmála út frá einhverjum neytendalögum og leita umsagnar erlendis og að því að mér virðist kemur að kolrangri niðurstöðu eins að bankin er ekki dómstóllinn er ekki að greiða úr ágreiningi einstaklinga eða greiða fyrir viðskiptum heldur þvert á móti að setja stein í götu fólk sem að vil taka verðtryggð lán. Og þetta er mjög slæm niðurstaða. Já, Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna sem höfðu þetta forgöngu þetta dómsmál. Ég meina, ég vil nú ekki hallmæla Breka yfir unnið þrekvirki fyrir í réttindabaráttu íslenska lesbía en hann var auðvitað hálf aulalegur þegar hann mætti í fréttirnar og var að útskýra þetta og ég trúi því nú ekki að lífeyrissjóðirnir bregðist eins við en svo eru þau náttúrulega búin að gera það líka sko. Og svo líka annað í þessu sem ekki með gleyma að lán sem eru með breytilegum vöxtum þannig eins og segir, sko, þá er lánið uppgreiðanlegt alltaf á tíma sem að vaxtaákvörðunin tekur til þegar er ný vaxtaákvörðun þannig að þetta er svona eins virkur samkeppnismarkaður og hugsaðs getur og lífeyrissjóðirnir eru þetta enda kaupendur af öllum húsnæðislánum. Það eru þeir sem eru að fjármagna enda efnarsreikningu lífeyrissjóðana vantilega svona 2-3 sinnum stærri heldur en bankana. Já, og þar er öllum sparna okkar beintinn. Þannig maður skilur ekki alveg til hvers var verið að fara í þessu vegferð. Nú, ég heyrði það í gær að þá til hann nefndi Kristrún Frostadóttir það að þetta væri kannski góð leið til þess að losna við verðtryggingu og að þetta væri góð leið fyrir Seðlabankann til þess að stýra hagkerfinu. Allir verða á mjög stuttum óverðtryggðum vöxtum. En gallið með það er bara að þetta gengur gegn því sem er svona grundvallar prinsip í allri fjármögnun. Þú lágmarkar áhættuna með því að hafa líftíma eignarinnar lánstíma svipan og líftíma eignarinnar. Þá ertu búin að verja þig fyrir öllum skammtíma sveiflum og heimilinu þetta að með því að taka verðtryggð og sérstaklega verðtryggð lán sem eru fest í langs tíma það er áhættu minnst fyrir heimilin og þess að Seðlabankinn og ríkið og þetta batteri alls saman
það á að vera til þess að greiða fyrir viðstum einstaklinga og auðvelda þeim eiga viðsti sín á milli. Einstaklingar og húsnæðiskaup þeirra ekki til þess að auðvelda Seðlabankann og stýra því, sko. Nákvæmlega, þetta bara munurinn á því að vera sko borgari og vera þegn. Já, heldur betur. En það er náttúrulega komið að þessum, sko, svo annað sem hefur líka áhrif á þetta, það er þessi reglugerð sem heitir því skemmtilega CRR3 sem að er verið einlega hér á landi. Björt Ólafsdóttir myndist nú á þetta í þetta hjá mér í vikunni sem er nú í fasteignaþróun. Það er alltaf verið að finna leiðir til að þrengja markaðan enn frekar og gera hann erfiðari. Þessi reglugerð felur í sér að framkvæmdar allar þurfa að leggja fram meira eigið fé heldur en þurft að gera áður. Þannig að það eru svona teikn á lofti það að íbúðamarkaðurinn sé að fara að frostið þar verði ansi langt. Já, þetta snýst það að bara þegar er bara verktaka og slík fyrirtæki þeir þurfa að vera með meira eigið fé heldur en hafa þurft hingað til og þetta tekur þetta ekki til vaxtaumhverfisins hverju sinni eða hvað. Nei. Þá er þetta einstaklega slæmt mál fyrir Ísland þar sem að, ég meina, getum sagt hitt og þetta korónuna kostur og gallar allt það en það eru yfirleitt hærri vextir hérna einfaldlega af því að það er meiri hagvöxtur en ég held að sé þá rétt sem þú segir að þetta mun hella meiri sandi í tannhjólin heldur en eru nú þegar sko. En þá komum við náttúrulega að þessum fasteigna þessum hvað kalluðu þetta ger? Planum fasteignamarkaðir sem að ríkisstjórnin var að kynna. Já. Hún var nú með borgleru borgarstjórinn það var nú eitthvað sem bent á það að hún myndi svolítið á Gaddafi hann var alltaf svona með sólgleru og hárið eitthvað svona út í loftið en sko margt í þessum þetta er náttúrulega ekki mikið í þessum fasteignapakka með svona fyrir að fyrsta held ég þetta sé svona húsnæðispakki ríkisstjórnarinnar fyrir að fyrsta held ég þetta sé svona í rauninni sama trix og þegar að veiðigjöldin voru lögð fram bara svona til að ná eitthvað svona tökum og umræðinu og reyna að ná einhverju frumkvæði. Haldin blaðamannafundur eða flugeldasýning Já, bara upp í Úlfarsárdal bara í verstu færið ársins sko, en ok, það er fyrir utan ekki aðalatri, en það auðvitað langflest atriðin í þessu sem eru mörg hvert til bóta, þannig lagað, þetta er náttúrulega ekki stórt, en eins og til dæmis þetta með einfalda byggingarreglugerð, þetta er einhver vinna sem að fara inn að stað í tíð síðustu ríkisstjórnar þetta með séreignasparnaðinn eins og það sé eitthvað svona gjöf til almennings þetta er auðvitað búið að vera í gildi mjög lengi og þau ætla að afnema þetta en semst hættið að afnema þetta og búin að fara á hana því og svo á að byggja 4.000 íbúðir þarna upp í Úlfarsárdal sem eru auðvitað svona áhugavert í sjálfu sér að því að þarna er rauninni verið að lýsa fratti á skipulagsstefnu Samfylkingarinnar í Reykjavík. Er þetta ekki bara uppgjöf á þéttingastefnunni? Jú, en hins vegar verður líka að segja að þarna á að byggja 4.000 íbúðir á reit sem er ekki mjög stóri, 8.000 hektarar held ég, sem þýðir það að þetta verður auðvitað tvöfalt þéttara heldur en Fellahverfi í Breiðholti. Þannig að sko ef það var leiðilegt að enda við hliðina á græna gímaldinu þá verður bara heilt hverfi sem verður þannig. Það verður frekar lítið útsýnið þannig ef við hórum bara á íbúðamagnið og landsvæði sem á að leggja undir þetta. Sko ég ætla mjög fylgjandi því að fjölga frumörum. Já, það er eina góða við þetta. Ég held að þetta verður aldrei að veruleika svona. Mér fannst að vera önnur hlýðstað en þér þegar ég sá það fyrst. Mér fannst þetta minna mér frekar á þegar að ríkisstjórnin fór á stað með sparnaðartillögurnar vegna þess að þarna er sett fram, þetta er í raun og veru viljeyfirlýsing, þetta er engin pakki og ég sammálaði það sem hann er lýst best á og það er þessi einföldun og byggingarreglugerðum en það er ekki að koma. En síðan að þá er svona hent inn í alls konar hvað við segja, svona sporslum handa þrýstuhópum eins og til mynd að hækka þannig stoppframlögin sko og sem er auðvitað bara niðurgreiðsla til byggingafélaga verkalýðsfélagana. Já, og óhagnaðardrifið húsnæði sem eru bara bæjarblokkir. Já. Það er bara það sem það er. Já, sko, eins og Björn Brynjólfur, Björnsson nú bent á verulega, þá er náttúrulega þá er þetta ekki óhagnaðar drifnar en svo að minnaður í Bjargs fór á 2 árum úr 10 milljónum í 27 milljarða út af þessu niðurgreiðslum. Fyrst fá þeir lóðurnar og undirverði, svo fá þeir þetta. Þannig að eins og hann hefur bent á, það er ekki að vera að gera ódýrt húsnæði, það er bara að gera niðurgreitt húsnæði. Það er að vera að taka úr einu vasa og færi annan. Síðan með þetta hverfi í Úlfarsárdal, að þá að vera að koma einhver leið, sérstök ný leið sem Reykjavíkurborg hefur hannað og það ætti náttúrulega bara strax að hringja viðrunarbjöllum með hvernig Reykjavíkurborg uppfyllir aðrar skyldur sínar og
og kapasiteti þar og þar kemur að þetta eigi að vera eitthvað innviðafélag að undangengnum fegurðar samkeppnisviðræðum við Reykjavíkurborg sem á að fara í að byggja upp hverfið. Þá væntanlega með þessum sporslum frá ríkinu. Þannig að svona heilt yfir þá ekkert í þessum pakka en það sem það verra en ekkert. Já, þú veist, þetta nákvæmlega þannig, það lítið fút í þessu en þú veist, en bara fínt mál, en hins vegar ekki fínt mál. Nei, þetta ekki fínt mál. Það ekki mynd að bull. Eins langt og það nær. Það finnst að skuli minnast á sérðarspartnaði, það er alltaf engin maður sem er skrifað meira gegn því heldur en Þórður Snær. Þegar hann greinlega náði ekki að nýta sér hann eða eitthvað sluðið, þannig að hann er búin að skrifa gegn honum í 10 ár. Já, hann alveg hattar þetta svo pestina. Og það átti að afnum þetta með ákveðnum rökum, en nú að halda þessu áfram. Já, hver að fara á þessu? Það er reynda búið að setja 10 ára þakka á þetta. En talaði aftur Úlfarsárdalinn, þá hjó ég eftir því að borgarstjórinn sagði það er hámarksfjöldi bílastæðanna, en þau eru ekki búin að breyta sínu hámarki sem eru 0,64 bílastæð á íbúð, þannig að það verða kannski rétt rúmlega 2000 bílastæðarna fyrir þessar 4000 íbúðir. Verður þetta svona í Keldnaholtinu, það er svona að labba 700 metra frá bílum með búðabókana. Já, minnstakosti það sko. Maður sér þetta bara, sér allar þessar sóun sem er í kerfinu, annars vegar út af þessum byggingareglugerðum og svo hins vegar það að við erum einhverju strjálbílastælandi í heimi og okkur svo hafi tekist að búa til lóðaskort. Þið sjáu bara þegar ég keiri út á Eyjarslóð, þegar keiri fram í blokkinni sem beintum út í Jóðallhúsinu. Það er einhverja reglugerðir uppfylla það að hafa búðir á jarðhæð. En það er bara ekki nógu mikil spurn frá veipshoppum og ljósabaðstofum sem er svona það sem gæti passað inn í þessi rými, en þetta er allt og lítið og óhendugt húsnæði fyrir einhverja alvöru matvörubúðir. Þess vegna vilja Hagar og Festi ekki fara inn í þessi rými. Og þá er þessi rými út allan bæ og standa auð eða einhver svona þjónustu sem getur ekki borgað neina leigu. Og kostnaðurinn við þetta bara lendir á kaupendum þessara íbúða. Já, ég meina, við höfum séð hvernig þetta hefur farið á Hlíðarenda. Það er nú ekki, það er eitthvað smáfarið að skýða þar á jarðaðanum, en það er búið að taka nokkur ár, þetta er samt meira og minna hálftómt og mann skilst að þessi þjónustrými á jarðað árabil hafi verið eitthvað svona skiptimynd í einhverjum fasteignaviðskiptum. Já, það eru svo farað hérna nokkur bíl að Hlíðarenda, já, ok, ég skal bara sitja á því nokkur ár, hann langur annað teka það. En líka gallin við þessi rými, bæði á Hlíðarenda og er hérna niður á Vesturvíðin, flotta blokkir, örugglega fínt að búa þar, er að til dæmis eins og með matvörubúðir. Þú kemur ekki, ef þú ætlar að taka móti vörum, þú kemur þeim ekki af, þú ætlar bara að taka þetta alltaf okkur í trillunum dyrna framan á. Þannig að það er ekkert hægt að vera með eitthvað alveg rekstur. Það er bara eitthvað enda sem að teitum eitthvað draumsýn af einhverju hverfi sem verður sem aldrei. Voru í námi í Berlín, 81 og bara fannst þetta voru grútt að geta labba út á hótn og svona, þetta er bara ekki eins hér. Svo er það líka eins og hann hefur bent á, minnum heitir Sigurður Sjónsson sem er hann að framkvæmdastjóri Abvaka sem var nú hér í þetta daginn var hér þegar og þar þessar kvaðir að byggja íbúðir sem er engin spurn eftir, þetta er svo mikil sóun. Þarna hefði verið gaman að sjá ríkisstjórn stíga sterkt inn með afregluvæðingu og til þess að lækka byggingakostnaðar í íbúðum, bæði taka burtu byggðamörkin eða minnst kostu uppfæra það miða við raunverulega mannfjölda en ekki einhverja mannfjölda að spá og síðan að gera það ódýrar að byggja, en það er engin ástæða fyrir því að við þurfum að vera með svona hátt byggingaverð á Íslandi eða svona hátt fasteignaverð. Annars vegar segir fólk alltaf að vextirnir séu svo háir í Íslandi, ok, gott og vel, ef það svo er, þá ætti fasteignaverð að vera lægra, en það er það ekki. Nei. Hversun ekki? Át að þessum manngerða skorti. Já, og þá var alltaf komið í það að mæta skortinu með því að auka eftirspurnina frá stjórnvöldum. Já, það er einmitt vandamál líka að ég nú sagt þetta, ég veit ekki hvort það var hér, ég sagt þetta áður að alltaf þegar það komin upp krísa á fasteignamarkaði, það er ekki nóg til að íbúðum eða þær eru dýrar eða bæði, það nú er alveg slattið til að núna, þær eru bróf dýrar. Þá einmitt koma allar lausnir hins opinbera eru allar á eftirspurnarhliðinni. Það er aldrei á framboðsliðinni. Það er svona, ég held að þurfa að hugsa þetta einhvern veginn svona framvegis að því að eftirspurnin, hún er alltaf sterk en í staðan fyrir að hjálpa eftirspurninni reynda að hjálpa framboðinni. Það vantar alveg upp á það. Já, svo þegar á að hjálpa framboðinni eins og núna, þá kemur bara bull. Já, einmitt. 4.000 íbúðir sem búa kannski, ég veit ekki
6.000 manns í og 2.000 bílastæði ekstra upp í fjalli, þú veist þetta hljómar ekki vel þó þetta séu eindómi framara sko. Svona róliði með fordómana gafart útkvörunum sko, en hérna Þetta var ekki það sko, alls ekki En svo líka sko, það algjörlega skelfilega sko, Seðlabankin að setja þessi lánþegaskilir í 40% fyrir sko fyrstu kaup og 35% af ráðstöðuna tekjum öðrum sem má fara í vexti og afborganir sem búin að vera í gildi núna í 3 ára Já, en þetta það er þetta sem að sko, knýr unga fólki út af markanum jafnvel, fólk sem að getur átt jafnvel fyrir útborgun sem að eru þetta bara afrek að geta safnað sér upp í útborgun að það má jafnvel ekki kaupa sér íbúð þó að sko, afborganir í íbúðunni væru sko lærri heldur en það kostar að leigja sér íbúð og þetta er algjörlega fráleitt og verðan að þeist ungt fólk það er alltaf núna að vera að tala einhverja, ég svo gamall að ég svo heyrt svo margar nýja kynslóðir og hver ný kynslóð er alltaf algjörlega frábrugðin öllum öðrum kynslóðum. This time is different. Já, svo bara í hvert einasta skipti þegar þessi krakkar eru komnir á 30-aldurinn að þá vilja þeir bara giftast, eignast börn, eignast íbúð og vinna og ef það er eitthvað vesen þá bara vinna þau meira sem er vísu erfitt núna verðan þess að það er svo hái skattar vinna meira og neyta sér hluti í neyslu þá kemur allt inn í Seðlabankin og segir já það bara, þið megi bara vera með 40% þess að þið megi ekki missa af avokadóbrauðinu sko. þetta er bara algjörlega út í hött Þannig að Ásgeir Jónsson vill að við séum að kaupa avokadóbrauð og ferðast. Já, hann er alltaf ít undir það. Já, hann hefur nú varað við tásumundum en það greinlega fyrir ekki saman orða átafnir í þeim efnum. Ásgeir talar í hringi. Það er eitt sem að áhvert í þessu, þannig fyrir að ljúka sem með húsnæðispakkana. Hörður Ægisson spáði nú hér í þætti daginn, bara hvað 2 vikur síðan, þá sagði hann frá því að líklega er eina af þessum tillögum svo að menn myndu hækka skatta á eða fara að skattleggja söluhagnað af annar íbúð en þeirri sem þú býrði. Það var nú að raungerast, það var eitt af það sem var kynnt í gær, þannig að við gefum herðin nú bara prik fyrir að hafa rétt fyrir sig þar. Nei, þetta er bara ránt. Nú? Nei, venn að sko til að gengur út á að leiðrétta skatt. Já, einmitt. Þessi stjórn hækkar enga skatt. Nei, já, það var reyndar afsakaðu. Ég gleymdi að fylgja orðræður ríkisstjórnarinnar, bara ég var byrjað på nýtt. Nei, það var líka í Kastljósin í gær, ég veit ekki hvort þú ert með það á klippu, hvernig hún Nei, þetta var mér næsti punktur sko, hún það þessi gas, þetta er bara gaslýsing, það sem hún segir sko, hún er spurð að það sé hvort það sé að hækka skatta og hún segir, nei, við erum ekki því, við erum að loka glufum í kerfinu. Þú veist, er þetta handverk fyrir enn Þóra Snæs að loka glufum í gaslýsing? Já, er þetta ekki að svipuðu með eins og EHF-gatið sem átt að loka? En það er enginn að tala alltaf verið að kalla skatta eitthvað öðru nöfnum þess að þau raunverulega eru. Já, það er sérst ekki verið að hækka skatta, það er verið að leiðrétta eða loka glufum. Það er enginn að loka aðal glufunni, það sem er það að það skulle ekki verið að tekið til verðbólgu í fjármagnstekjuskatti. Þannig að mynda ef að þú kaupir sko ef þetta verður að veruleika að þú kaupir íbúð og hún ávakstast einhver sem 5% á ári næstu 10 árin, verðbólgan í 4%, þá ertu að borga skattinu meira heldur en þú ert að fá í verðhækkun eða að kaupmáttarhækkun. Já, ég held að standa ekki til að loka þeirri glufu. Nei. En það væri það skattalækkun en ekki leiðrétting. Já. Nei, þetta er bara gaslýsing, ekkert annað. Já. Nei, ég skil ekki hvernig hún kemst upp með að bara Bergsteinn er þáttastjórnum og allt það sem var með hann í þessu viðtali sko. Getur ekki látið hann að komast upp með þetta? Nei, við erum ekki að hækka skatta, við erum að loka glufu. Ok, næsta spurning. Þetta er aðeins og auðvelt fyrir hann sko. Hann er að hlusta hann tekur þetta til sín. Það er líka magnað sko að þið skulle taka þetta svona oft eins og sko með hækkunina og skattlegningu á útgerðina og síðan með því að hætta leiðréttinguna og hækkunna eða leiðréttinguna því að hætta samsköttun hjóna sem að og svo núna þetta og eflust við að sjá margt fleira við áblæði mikið að leiðréttingum sem að menn hugsa sér gott í glóðurana með ferðaþjónustun og allar aðrar atvinnugreinar sem að er að skapa einhver verðmæti. Ég er alveg 100% því að þau ætluðu að fara með ferðaþjónustuna í næsta vaskþrepp úr 11% til 24 en ég held bara að þau þórið ekki núna eftir að play því miður
rúlaði. Já, ég er ósamlega þar, ég heldur muni gera það. Heldur þú gera það samt? Já, ég meina, Kristrún sagði á fundi, það var Safanum fund bara í síðustu viku, ferðarþjónustu dagurinn, minnum að ráðstöðunar heitið, og það sem hún sagði bara, við vitum að það er erfitt, en við ætlum samt að hækka skatta, sko. Sagði þetta er ekki svona, en þetta voru skilabóðin sem hún kom með á fundi. Já. En það er alltaf sama sagan, sko, það er alltaf verið að svona einhvern veginn að tala nýður atvinnugreinar, við náttúrulega aðalega mikið fylgst með hvernig það hefur gert með sjávarútvegin sko undanfarin ár og svo núna ferðaþjónustan til þess að koma síðan að sko skattleggja og þú veist það mætti halda að það verði ekki til verðmætin einstakar annar staðar en hjá leiðtugum stafrænna stjórnunar í Reykjavík og bara þessi ríkisstjórn er bara mjög fjandsamleg verðmætasköpun og mjög fjandsamleg atvinnulífinu sem að þetta, ég voru að segja það kemur mér vissuleiti óvart kemur svo meitt hæðingar væntingar til flokks fólksins og ég held nú svona að Kristrún hafi svona meiri skilning á atvinnulífi en svo að vera sífellt að tala það niður en það sem að kemur það sko mörguleiti óvart það er það að Viðreisn sem er svona pet project hjá auðjöfrun sem hafa kassað út úr atvinnulífinu að þetta skulle vera megin mantra þeirra sko. Já, sífellt er að efast bara heilindi og atvinnulífs og framlag þess til samfélagsins. En ég heyri marga tala með þessum hætti að það kemur óvart hvernig Viðreisn talar og til atvinnulífsins einmitt út frá þessum. Já. Nei, og það er svona kannski kemur ekki óvart sko að það ég að láta samkeppniseftirlitið fá auknar valdheimildir þar sem að það snýst allt tortrygging gagnvart fyrirtækjunum í landinu. Komum að því aftur eftir. Talandi um gaslýsingar og að loka glöfum og skatta og allt þetta. Ég sá og ég bara bið hlustundur og áhorundur strax afsökunar á því að við séum að fara að vitna hér í þennan fjölmiðil sem heitir Heimildin. En þar var Indriði H. Þorláksson með grein í vikunni þar sem að var að gera lítið úr þeim afleiðingum sem að þessi bilun á Grundartanga hefur. Og segir í þessari grein til dæmis að álver á Grundartanga borgi hvort eitthvað skatt hér á landi gerir lítið úr útflutningsverðmætum og fleira. Maður hefur séð fleiri tala með þessum hætti. Þórólfur Matthíasson skrifaði grein einhverstaðar í vikunni þar sem hann var að tala með þessum hætti. Síðan skulum við sjá hér skjáskot sem að Egill Helgason birti á Facebook síðu sinni. Það sem hann segir, ég ætlum að lesa það hlustundur áttis á því, hann segir umræðinu bilunina á Grundartanga staðfesti það sem hann hefur haft ávanning af en kemur nú berlega í ljós. Hversu hagsmunasamtök á Íslandi væla mikið. Það var við þau flest, samtök iðnaðarins, samtök atvinnulífsins, samtök fyrirtækja sjávarútvegi, samtök ferðaþjónustunnar og svo framvegis. Það voða sjaldan maður heyri eitthvað jákvætt og uppbyggilegt á þessar átt. Væli er nánast þessu ósvart viðbragð við umhverfinu. Þetta kemur strax í kjölfar þessara bilunar. Já, Egill bara heyrir ekkert jákvætt og uppbyggilegt. Hann heyrir ekkert nema leiðindi. Ég hefði haldið sko að þetta frekar að vera umræðuna bíluna í kringum þátt Stefáns Einars sem listamannalaun staðfesti það sem hafi verið haft ávæning af en kemur nú berlega ljós. Hversu hagsmunasamtök á Íslandi væla mikið. Ég menn á bara spot on. En sko, það er alltaf vandamáli með sko, þessu Egill, mann bara starfsmaður RÚV. Það skiptir það einhver máli hversu mikið við veiðum að fisk, eða hversu margir ferðamenn koma, eða hversu mikið við framlögum máli. Þau bara lífið sinni í búblu, RÚV fær bara að starfa, ef að RÚV tapar peningum að fá, það er bara meiri pening. Þetta er alltaf sama rútínan, sko. Þannig að þetta fólk er algjörlega veruleika fyrt, sko, gagvart því sem að við köttum daglega verðmætasköpun. Þetta er náttúrulega bara sami hljómur og kemur hérna frá Indriða Þorláksinni. Þetta eru 3 eða 4 kallar sem eru búin að skrifa þessa sömu grein aftur og aftur. Þetta eru Indriði Þorláks, þetta er Stefán Ólafsson, þetta er Þröstur Ólafsson sem ég held að sé þú ekki bróðir hans og Þórólfur Matthíasson. Þetta er einhver meinloka hjá þeim þetta með að álverin skilingu inn í hagkjörið og í þeirra huga er efnahagslegt framlag bara mælanlegt í tekjuskatti lögaðila eins og það sé svona eina sem telur sem að þessi kennitala borgarinn í ríkissjóð á hverju ári þetta er bara tóm þvæla. Ég meina það eru 600 eða 700 manns að vinna þetta, örugglega annað eins af fyrirtæki sem er að þjónusta álverið. Raforkukaupin eru upp undir 30 milljarðar ári. Launagreiðslur annað eins og svo eru aðföng. Þetta er náttúrulega bara risastór pakki og bara þetta eru 10-11% útflutningstekjum á Íslandi og þá er ég búin að taka frá sko hráefnis innflutningin. En ég held að það sé nú langflestir
sem eru eitthvað búin að velta sig fyrir sjá í gegnum þetta eru, þú veist, Indriði Þorláksson, ég held sem hann hættur að vinna en þú veist, það er svona einhvern veginn setur einhver tíkall í trúðin þegar að kemur eitthvað álverin og þá kemur hann með þessa sömu vísu og við höfum heyrt frá hann svona 100 sinum áður. Alltaf besta var þegar að rífast upp núna bara þegar Indriði Þorláksson var aðstofamaður ráðherra tíma, svo ráðgjafi ráðherra, hann var að vinna fyrir Steingrímur J. Nema þá var hann sko að vinna í ráðundunum en hann var bara verktaki. Borgaði við sér ekkert aðstöðugjald en þess að verktaki að gera sko, tölvu og síma og allt þetta. Komst upp með mikinn dónaskap ásettiðina því að hann var bara verktaki. En svo annað sko, að hann að segja þetta álverin. Það má ekki gleyma því sko samningin sem að hann og Steingrímur J gerðu við PCC á Bakka sem að núna að loka. Það var aldrei sést aðra eins sko fyrirgreiðslur til fyrirtækis bæði, það var þjálfun starfsmanna, það voru vegir, það var höfn, það var skattleysi í 10 ár sem að hefur aldrei reynt á í því tilfelli. Þannig að hann ætti aðeins að líta sér nær. Svo segir hann það sko, og talar það svona mikil létt út, annarkvort ég man ekki hvor, að stóriðan sé nú bara 3,6% af vergri landsframleiðslu eins og það segir einhverja sögu. Ef við horfum á Bandaríkin, þá bara öll námuvinnsla, olíuvinnsla, kólavinnsla og gasvinnsla, það 1,7% af vergri landsframleiðslu og bara með 0,5% af vinnaflinu. Eru menn virkilega að fara að segja að þetta hafi ekki áhrif á hagkerfið? Nú getum hort á annað, bara vatn, vatni sennilega bara svona nanoprósent af hagkerfinu, en ef það fer, þá var það gríðarlega mikið vegna þess að það þetta spurningum verðteikni, hluti af sig það bara nóg til á þessu og það er komið annað, en það þýðir ekki að þú getur kippt þessu út og það hafi engin áhrif. Og það sem við erum að sjá þarna að þú nefnir til að þau kaupi miklu orku og ég held að hann gerir ráð fyrir að þetta muni vara í 3 mánuði, mér skilst að þetta er svona langt líklegast að það takir svona cirka 18 mánuði þangað til full ákvöðs koma og þá þetta spurning hvort að þau geti staði við þessu orkusamninga. Annað er það að þeir muni ekki sko nota orkuna því að hann verður ekki flutt, þannig að það mun á þýða sko að ef þetta 10% lás kannski sem minnkar, 5-10% á orku á kerfinu, að þá mun Landsnet þurfa að rukka aðra notendur þá upphæð, þannig að þetta risa mál fyrir alla. Segjum nú til að mynda að álveri myndi bara loka þarna. Þá væri sennilega mjög fljótur að fá nýja kaupendur, það getur gagna verið komið inn og annars líkt. En það myndi þá ekki breyta því að vinnuafli væri töluvert minna sem að færu í þær atvinnugreinar og skiptikostnaðurinn, umbreytingakostnaðurinn yrði töluvert mikill og myndi vera yfir töluverðan tíma. Það væri langt frá því að vera einhver heimsendir og það geti jafnvel verið betra fyrir hagkerfið aukið framleiðni eftir einhver tíma, en það bara breyti því ekki að núna þá þetta risa mál. Þetta áfall á kerfið. En það sem maður velti líka fyrir sem er svolítið skrítið, að það bara rétt ár síðan að það varði eitthvað annað áfallatna, það sló út rafmagn við Mývatn og fleira, það var í október 2024, þannig að maður þetta spyr sig líka, hvað hversu vel að málum staði hjá þessu fyrirtæki? Landsnetið þar að segja. Nei, Norðurál. Ertu að tala þetta sem var fyrir Mývatni út af eitthvað sem gerðist þannig á Brennimölum? Já, gerðist þannig á Grundartanga fyrir akkúrat ári síðan. Það ekki, þetta ekki alveg greinlega ekki alveg nógu gott. Það á eftir að koma í ljós það er nú til eitthvað í lögfræði sem heitir force majeure og það á eftir að koma í ljós væntanlegt 9 ári hvernig það allt saman fer. Já, en ég meina þetta það eru mörg störf þarna í húfi og það eru mörg afleidd störf og verktakar og annað slíkt, þannig að þetta er risahögg. Ég sá að vísa í mokkanum í morgun að það er ekki gert ráð fyrir núna að það verði neinar uppsagnir, en mér fannst það nú ekki vera svona yfirlýsing sem það væri mikið hald í til lengri tíma, þannig að þetta eru þetta eina sem ástæðan fyrir því að maður svona
Já, ég vil ekki segja sko að ég ekki á vonast eftir vaxtalækkun í 19. nóvember, ég óttast að niðurstaðan upp úr í að spálíkunni Seðlabankans verði þannig að þeir muni lækka vexti. Get ekki annað. Akkur séu þetta ekki að vonast til vaxtalækkun? Vegna þess að ég held að þessi vaxtalækkun, vegna þess að sko verðbólgan ennþá mikil, en ef við erum að fara að sjá svona mikið framleiðsluslaka út af áföllum í hagkerfinu eða neyðist til þess að lækka, þú veist að þá það ekkert sérstaklega skemmtilegt. Nei, við erum búin að gagnrýna hérna nokkað, en við þurfum líka að hrósa, ég ætla að fá að hrósa hérna Hildi Sverrisdóttur, þingmanni Sjálfstæðisflokksins, skrifaði grein í vikunni undir fyrirsögninni velferðin vex ekki á trjánum. Það er bara fínt að sjá stjórnmálamenn tala með þessum hætti, að bara ítreka það að það þarf að skapa hér verðmyndi, það þarf að halda fólki í vinnu, það þarf að nýta auðlindir og svo framvegis. Þannig að ég vildi bara kasta þessu hrósi á Hildi, þeir sem eru að horfa að sjá hérna greinina og þeir sem eru að hlusta fara bara að ná í mokkan á miðvikudaginn og lesa þessa góðu grein þar. Þetta bara, það var líka góð yfirferð hjá henni Björt Ólafsdóttur sem var það bara núna í vikunni eða ekki. Það sem hún að segja sko að það er oft bara dæmi fyrirtæki, ekkert endilega einhver smá fyrirtæki, kannski komin í einhver ákveðna stað sem enda bara á því að fara í þrot að því að þau ráða ekki að borga skattana. Þú veist, það er búið að borga byrgjum, búið að borga laun, svo borga skattur og það setur fyrirtæki á hausinn. Og það er gengið svo hart fram að við heldum að ná í þessa peninga. Við heldum við þurfum kannski aðeins að ég hafði gaman það var alveg epískt með sektina sem var lögð á play þarna 2 dögum fyrir að ekki staði skil á kolefnisskattinum þannig að 2 dögum eftir að fyrirtæki voru gjaldþrota og ekki 2,5 milljarður þetta heldur betur að kenna en leksi sko. Ég fór nú að hugsa um kolefnisskatt á hann sem er vantilega að hugsa fyrir að fyrst er fárálegt að íslensk flugfélög borgi kolefnisskatt, það er engin annar orkugjafi í boði eins og er þannig að þetta að búa til einhvern hvata með skattlagningu virkar aldrei í þessu tilfelli. En við vorum hérna á sunnudaginn og það var ekkert verið að tala þetta brjálaða veður sem kom inn á þriðjudaginn. Þú veist, það var svona, já, herri, það gæti orðið smá úrkoma hérna eftir helgi. Og svo bara eiginlega kvöldin áður, við erum ekki alveg viss hvort það verður morgunin að kvöldi eða miðvikudaginn. Við getum ekki spáð veðrið í næstu 30, 60, 40 tímana og svo erum við að setja okkur að brútal skatta í krafti einhverja hrakspáða sem eru 50 ára fram í tíman. Hvað er eiginlega gangi? Það var drúti hött. Það stólið úr mér nafnið núna, það var hérna og Vísi í síðustu viku grein eftir flugstjór sem heldur úti hlaðvarpi, flugvarpið. Jóhannes Bjarni vinnur okkar. Já, það sem að var að fara yfir þetta og bara hversu illa hefur verið haldið á hagsmunum í Íslands í þessum málum, eins og til að mynda að við skulum ekki vera útvörður eins og Spát fekk undan þá fyrir Kanaríer og Tenerife og sko og handla sko þessa fluggerinn sem er örugglega undrið að finnst örugglega ekki skila neinu, þetta er bara skila fullt af fólki hálauna störfum almenningi, ítt undir ferðaþjónustuna við getum alveg fengið nokkra stafræna leiðtoga í staðinn en þarna er verið að verulega sko ógna samkeppnishæfi í Íslands, þannig að dæmi sem að nefna það að ef þú sko flýgur frá Bandaríkjunum til Íslands sem hefur business model og svo áfram til Evrópu þá borgar þú kolefnisskatt. Ef þú flýgur beint frá Bandaríkjunum til Evrópu, sko Evrópu borgar annar enn í Íslands, þá borgar engan kolefnisskatt. Þannig að þarna erum við raun og veru að skattleggja okkur út af þessum markaði. Og það eru mörg önnur dæmi þetta, það er til dæmis að þannig núna að það eru mörg skip sem er kannski að koma frá Shanghai og hafnir til þess að Spáni hafa verið kvart af þessu, minn hún heiti Alkeira eitthvað slík sko sem er mikil höfn. Skipin stoppaði á til að mynda í Marokkó, umskipað þar, þá borgaði kolefnisskatt frá Marokkó en ekki frá Shanghai. Ef þið fara beint inn á Spán, þá borgaði kolefnisskatt alla leiðina. Þess menn finna alltaf leiðir. Og svo er það auðvitað þannig að Ísland er með 0,08% af losun heimsins og það er alveg sama hversu mikið við skattleggjum okkur eða hversu mikið við færum lífskjör okkar aftur til steinaldar, það mun aldrei hafa áhrif á loftslagið. Nei. En við sjáum það núna auðvitað, allir eins og núna síðast Jóhann Páll að það er verið að bara reyna að búa til einhverja svona, það er verið að reyna að spila COVID-módeli, það er verið að hræða líftúrun öllum, það síðasta var með hennan Golfström, að núna er einhverja nýla rannsóknir sem sýna að hann kunni að hverfa. Júlíus Sólnes fyrirverandi umhverfisráðherra sýndi nú fram á aðra rannsókn að hann hefði þvert á móti verið að styrkjast. Svo þetta hefur verið rannsakað núna í 30-40 ár.
mati IPCC að þetta ofboðslega ólíklegt en þá allt innur að koma, ég heyrðu þetta snertur okkur beint og þess vegna ætlum við að beita okkur í þessu máli eitthvað sem skiptir engu máli og svo kom einhver sérfræðingur sem var vissulega stattur á ráðstöfni erlendis þegar einhver innlendur miðill, íslensku miðill að tala á honum, vissulega stattur í einhverju rúnstekjabóð ekstra úti og hann sagði, já, sko getur bröðu til beggja vona með þetta en meðan við vitum ekki meira, þá er það bara eina sem við getum gert bara drálúsin við verðum bara að gera sko, þessi grein þetta er bara trúabröð þessi grein sem Jóhannes Bjarni skrifaði á Vísi, hún byrtist 22. október það bendir á það í greininni, sko, menna Æsland að borga hvað, 2,5 miljard í kolefnisskatt er það samt ekki meira en það, ef að pleifa með 1,2 þá lítur nú Æsland að vera með meira þetta fyrir árið í fyrra allana þannig að þetta er þetta er það er einhver að halda á þessum hagsmunum, það er ekki embættismenn og stjórnmálamenn sem gera það. Þetta var góður pistill hjá Jóhannesi, ég hvet að þetta lesa hann. Frábær grein og svo átt að sama auðvitað við skipaflutninga. Ég meina, veist þú, fyrst það er verið að tala að kostnaður þar núna á örfáum árum getur orðið 6 miljardar á ári. Það er hægt að gera ýmislegt fyrir 6 miljardar. Já. Þú getur ráðið mjög marga opinbera starfsmenn fyrir það. Já, og svo bara þetta er bara, þú gætir á gætir aukið starfsemi rúfum 67%. Já. Þetta dugar í fullt af bótum handa opinberu starfsmennu sem eru reknir og vildu það ekki, sko. Já, jú. Það er smá útúrdúr, ég kíkti á Kringlukróna í vikunni og þar stoppaði mig ung kona sem að vildi endilega að fá að sína mér TikTok-vimband, þannig að mér fyndið að fara inn á TikTok og ert þú á TikTok eða? Nei, ekki en þá var það eins og ég er smá nájað með TikTok þetta er svona, en það er mér fyndið að sjá sko hvað eru margir sko opinberir reikningar eða opinberir aðalar á TikTok, þú veist er þetta landsnetið það? Nei, þetta er, ég kem á því eftir það er sko landsökin umhverfisráðandið og fullt af þessu stofnunum verður bara með fólki vinnu við það að búa til TikTok-myndband. Þú veist, talandu sóun í kerfinu, sko. Já. En þetta var myndband frá Biskupsstofu. Biskupsstofu var að verða eitthvað svona trúðasýning, bara eins og veit ekki hvað, sko. Og sem er tekið á kvennafrídaginn á föstudaginn. Horfum að myndbandi og ræðum þetta svo. Kemur tónlist með þessu. Og hlustundur geta hlusta á þetta. Ok, sko þessi unga kona sem að satt þarna, sem starf nú einkageiranum og var bara að fá sér hátíðarsmat og Kringlukróna eins og fólk gerir. Hún fór að benda bara, þetta er eitthvað TikTok-myndband sem einhver hefur fyrir að framleiða af starfsmunni Biskupsstofu sem er greinilega mjög margir að labba út á kvennafrídaginn eftir hádegi, á föstudegi, á fullum launum. Það hvort er stytting vinnuvikuna. Já, þetta er alveg sama á alla föstudagi, eða ekki? Þetta er, your tax dollars at work, eins og sagt sko. Meina fyrst, alveg busið frá þessu, þá er þetta stytting vinnuvikunar er náttúrulega eina sem ástæðan fyrir því að við erum með bara svona lélega framleiðni og háa verðbólgu. Þetta heldur aftur að allir verðmætasköpun og þetta er alþjóðlegt fyrirbæri hérna á Íslandi að þá hefur vinnuvikan sem er þá bara vinnustundir deilt með 52 vikum sko. Að hún hefur farið úr rúmlega 39 vinnustundum árið 1992 niður í tæplega 30 vinnustundir núna og þetta í öðrum löndum, það land sem er komið stystu vinnuvikuna í Evrópu, vitið hvað land það er? Nei, ég frætt okkur á það. Gæti að vera Ísland? Nei. Við erum bara, ég held að við sem í 4. og 5. sæti, það er af öllum löndum Þýskaland, komin í 26 stundir. Og því munið bara, það er 10-15 ár síðan að Þjóðverjar voru alltaf að hnýta í Grikki og gera grínaðum fyrir hvað þeir varu latir. En þetta er bara alþjóðleg þróun og ég held þetta sé, ég með þá kenningu að þetta sé svona skortur á viðnámsþrótti viðsemjanda verklæðishreyfingarinnar sko. Verklæðishreyfingun er alltaf bara virðist vera stýrt af svona einhverju miðaldra fólki, síðmiðaldra fólki. Ég get á móti stýttingu vinnuvíkunar sem til mynda að þú sért
sko 50 eða 60 og já, það náttúrulega 50 að vísa engin aldur, sko, en 60 eða 70 og er komið barnabörn eða áhuga mál og þú vilt bara sko vinna hléttar. Þórður er komið rétt yfir 50. Þórður heitin Gunnarsson. En fyrir ungt fólk hefur alltaf aðalmálið að fá sem mesta vinnu. Ég byrja að fylgjast með pólitík, þá var alltaf aðalatið að hafa nóga vinnu. Núna er það hvernig semjum við frá okkur vinnuna og þetta á sömu launum. Já, sömu launum, en þetta eru lausnir sem eru sniðnar fyrir eldra fólk sem er síðan þvingað yfir á yngra fólk gennum verklæðsefinguna og ég held þetta að bara vera alltaf þannig að vinnuveitundur sko, þeir bara fókusera á launatöluna og síðan bara svona í lokin sko gefum eftir 1 kaffitíma, sko, 1 hádegi, 1 eftirmiddag og bara áður við vitum að þá er bara vinnuvikan farið niður um 10 klukkustundir á 30 árum cirka og þetta kemur þetta bara niður í minni framleiðinni, minni verðmætasköpun nema við sem sundstæður opinbera geiranum þar sem þeir gera minna af sér en það er nú annað. Svo hefur þessi stytting vinnuvikuna náttúrulega í rauninni einu aðilegni sem geta innleitt þetta að fullu er náttúrulega opinbera og ríkið. Og sem er bara raunin. Sem er bara raunin og það sem þetta gerir bara það að sko, þetta er bara, þú þarf náttúrulega bara að vera með fleira fólki í vinnu fyrir vikið. Bara spítala, lögreglustöðar, alls konar þjónusta, heilsugæslustöðar. Það er þetta máli, sko, samfélagi fyrir ekkert á hliðina þó að starfsmenn biskupsstofu fari heim í hátíðina. Nei, ég sá að biskup Íslands laði niður störf. Hvað var eiginlega að skýða þetta? Hvernig fór það með landan eiginlega? Kölski lítur að vera glaður. Það er skemmt að skrattanum á Austurvelli. Það er einmitt sko spítaladir og lögreglan og slökkuliðið og allt þetta sem það er það sem þarf að manna sko. Og fréttastofu rúfu þetta svo Já. Það er alltaf brunaðing klukkan 11:30 Þetta var, ég veit kannski að vera bara með lið þetta, við þurfum að sína kannski svona myndband frá opinberum TikTok-reytingi í hverju viku. Það getur þetta verið mjög fyndið. Hvað voru við að rekna hana? Hvað er búlis að rekna hér? Já. Ég hef nú getað sagt þér þetta. 100 manns, 9 tímar á viku, þetta eru 46 miljón klukkustundur ári. Já, ok. 46 miljónir klukkustundar sem við erum að tapa. Bara beint í hafið. Já. Og svo, einmitt. Með 100 manns. Og svo aðra 46.800 klukkustundir sko, í Álftúnsbrekkunni fyrir alla sem að búa austamegin í borginni. En talandi að sturta peningum onni í hafið, Sigríður Björk Guðjónsdóttir, ríkislögreglustjóri, hún nú í smá vandræðum. Já, eða hvað? Er ekki taka smá kremlalógíu hérna. Já. Núna hefur Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra, hún alltaf mætti í fréttirnar eiginlega leið og sagði það fer nú ekki vel á þessu og þetta er nú ekki gott og Svo kemur fréttin í dag núna í vikunni að sem sagt dómsmálaráðuneyti hafi haft fjármál ríkislögreglustjóra til skoðunar hreið. Ég held að þetta er eitthvað hitjob á ríkislögreglustjóra, held ég að lögregla. Heldur það? Já, ekki það ég sé að verja það að ríki sé að borga fyrir ferðir einhverja ráðgjafi í ISKO til að kaupa píluspjöld og hjálpa fólki að vera besta útgáfan sjálfur sér og eitthvað svona rugl sko. En ég held að sé að það er eitthvað meira bak við þetta, mig gruna það. Það er náttúrulega, það er náttúrulega alls konar kremlógíur hérna í þessum bransa. Ég svo sem veit ekkert það, en mér finnst alveg augljóst það fara að þrengja vera laumanna, Þorbjörg kemur og síðan kemur Kristrún í dag, mann ekki nákvæmlega hvað hún sagði, þannig að hún er augljóslega á útleið, en svo finnst mér svona þannig að ekki það ég hefi svo mikið áhuga og svona skrifstofu dramatíki og lögreglustjóra sko, það er þetta fyrir nógu henni hérna í gennu tíðina, þetta er svona endalaus uppspretta skemmtefnis, en það sem ég svona, og ég kýst á bara að líta á skópluliðina, en það er það þess að 160 milljónur allir svo sóun hafi farið í lean management, mér finnst það svona vel til fundi sko. Já, er það ekki svona post-it fræðið ykkur, það sem að mislita post-it með það på veggjum, ef það hjálpar þá er það bara flott, en er hún ekki að fara bara í einhverja breytingar á þessu? Sko Sigríður Björk og Þorbjörg Sigríður er náttúrulega ekki vinkonur sko. Nei, langt í frá. Og sem að á rætur svona reykja til þess þegar að Þorbjörg Sigríður var á skrifstofu ríkissaksóknara, þar sem að fólk skiptist í tvölið. Þar kom inn Jóð H. Snorrason sem var
svarinn óvinnur Sigríðar Bjarkar og þau tókust á mjög lengi, hann endar á skrifstofu ríkissaksóknara og nær einhvern veginn þá væntanlega að fá Þorbjörgu Sigríði í lið með sig þar svo ég útskýri kronologíuna alveg aftur í tíman. Svo geti líka verið að standi jafnvel til að sameina lögregluembætti sko, taka lögreglun höfuðborgarsvæðinu og ríkislögreglustjóra, það veit ekki, eitthvað svona sko, gera eitthvað, búið til nýtt jobb sem er yfir þessu öllu og tengis Helgi Magnús ekkert inn í þetta sko, ég fann að velta fyrir mér, maður hugsa upp á sko, þetta er alveg komið efni í svona nýja sjónvarseríu sko, ég ætla að segja bara hver það sjónvarp sko. eins og Neighbours, það er margir sem sakna þess að skjáma landsmanna sko, það verður hægt að gera lífið á skrifstofu lögreglustjóra. Það er mikil dramatík í þessu bransa. Ég held að illvígustu vinnustæðudeildar séu oft innan stofnana miklu frekar í einkageiranum sko. Í einkageiranum bara gengur ekkert að hafa eitthvað svona í gangi og lengi sko. Það er bara eitthvað þarf að hætta, það er bara að leysa þetta. En þarna getur eitthvað svona deilur og svona fylkingar og dálkadrættir geta staðið yfir sko árum saman. Þannig að líka venni þess að sko réttindi allra starfsmanna er svo ríka að þú þarft helst að sko að klína einhverju verulega vafasum á þá til að losna við það. Já, það er bara að kveikja í samstagsmanniðinu sko, til að vera rekin beint sko. annars er bara áminning eða tvær sko. Já, það eiða 160 og ég ætla að segja eiða en ekki verja 160 milljónum króna í þessa ráðgjöf og þjónustu er náttúrulega kannski skandall. Já, ég fann bara Svo fljótur samt held ég að ég komast upp í þá upp að þú drekkur svona fín kampavín eins og við erum að drekka Já. Ég held sko, ég fann, fyrir ég trefum ekki alveg ná gott að ég leita þessi símanum hérna núna. En ólít Sigríði Björk þá erum við bara ekki láta skattgreiðendur borga fyrir þetta sko. Nei. En sko þessi Þórunn Óðinsdóttir, henni er margt til listalagt, hún náttúrulega er eitthvað svona jisk og píluspjaldaraðgjafi. Ekki með prófílinn einhvers staðar. Já, en sem sagt, hann er líka með skráð hjá okkur fyrirtækjað á netinu, stendur hérna áhugasvið Þórunnar hefur alla tíð verið að hafa gaman að lífinu og vinna umbótum þar sem þeirra er þörf. Hún elskar að aðstoða einstaklinga og hópa á ýmsa vegu svo þeir geti blómstrað enn frekar í sínum viðfangsefnum og náð þannig þeim árangri sem sóst er eftir hverju sinni. Þetta auðvitað hljómar ekkert illa sko. Þetta er bara fallegt. Og þetta er ekkert ókipis? Nei, 160 kúlur. En sko aftur með Þorbjörgu Sigríði, dómsmálaráðherra, okkar ágæta dómsmálaráðherra. Hún hefur skipa starfshópum jöfnun atkvæðavægis í alþingiskosningum. Skipaði þennan hópi vikunni þar sem Ólafur Þótt Harðarson leiðir sem hefur nú margótt lýst sinni skoðun á málinu yfir opinberlega. Lýst yfir skoðun sinni opinberlega. Já, ég held að sko þegar Ólafur Þótt skila sinni niðurstu þessu, ég held að við þurfum ekki að sópa höggutur upp á gólfinu sko. Nei. Sko, þetta er alveg mál sem að má alveg ræða og bara allt í lagi og minna hefur rætt lengi og menn hafa lengi gert mikið úr þessum atkvæðamun sem er á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. Ég var velti fyrir mig sko, það verður vantilega með erfitt að koma þessu máli í gegnum þingið. Það er þú þarf að segja við landsbyggðina ykkar þingmönnum mun fækka á kostnað höfuðborgarsvæðisins. Enda þetta er algjört eða þetta er segja að þingmönnum höfuðborgarsvæðis mun fjölga á kostnað landsbyggðarinnar. Þetta er pjúra viðreisnarmál sko. Þetta er algjör draumi fyrir þau að koma sem flestu þingmönnum á suðvesturhornið. En viðreisnin er ekki meina að fylgja á landsbyggðinni sko. Nei, ég segi það er ástæðan sko en við sáum það að hann var nú og viðreistin fólki finnst bara hallast þetta búa á landsbyggðinni, það er bara svolítið þennig. Já, það var nú eitt sem sagði við mig sem hafði verið að tala við eitthvað starfsmann viðreistin hann sem sagði að það er í rauninni fáránlegt að búa fólk út á landi, það er bara best að séu bara allir hérna á suðvesturhorninu, það er bara langa hangam, þetta er bara sóun. Þú veist, þetta er viðhorfið í þessum flokki sko. En við sáum líka strax að Guðmundur Ari, þingflokksformaður, Samfylkingarinnar húsvarðarsonurinn að Seltjarnarnesi hann setti strax fyrirvara við þetta þannig að ég held til afar ólíklegt að það muni nást einhver sátt þetta en það er fínt að gera þessa skýrslu og sjá hvað Ólafur Þótt finnst og við vitum alveg hvað það er Já, ég bara skil ekki akkur þetta er ekki bara einhverjum föstum skorðum sko, þannig að þetta finnst mann augljóst að vægi atkvæði á að vera sem jafnast innan þeirra skorða sko að við viljum ekki breyta landinu í eitt kjördæmi en þá færðu bara smáflokka kraða og við erum ekki tilbúin að fara yfir í einmenningskjördæmi sem myndi skapa tveggjaflokka kerfi en við erum með þetta kompromiss þannig að því eru þetta að atkvæðin verða sko aldrei fullkomlega jöfn en ég myndi bara halda að þetta ætti bara að vera endur skoða reglur og helst að ná í burtu þessu sko
þessu uppbótar manna fyrirbæri sem einhvern jöfnun og milli flokka og sérstaklega þetta stórfurðulega fyrirbæri flakkarinn sem er svona eins og að vera bara með eitthvað svona random element inn í kosningum. Var það ekki, fór ekki Sigurður Ingi inn á flakkaranum? Jú, bara undir morgun. Var ekki bara eftir hádegi? Jú, það, já. Það var bara hreint, það er algjörst rugl. Já, en sko það þarf alltaf að breyta stjórnarskrá til að breyta þessu, ekki? Jú, það er þetta, kannski lausnin bara svo að fjölga kjördæmi aftur. Ég held að það sé svona einhver fín lending í þessu og til dæmis akkur er Reykjavík bara sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu, akkur Kópavogur og Garðabær geta verið kjördæmi og skipta Reykjavík upp í fleiri hluta og ég myndi held að Austfirðingarnir vil líka fá sitt kjördæmi aftur. Ég hef heyrt það frá þeim að því að náttúrulega þetta hvað 35.000 í þessu kjördæmi og það eru 25.000 í Eyjafirði. Það er fyrir Austfirðingar að komast á þing þó reynda við séum með einn gríðarlega sterkan núna í Enskara vinn okkar. En þú þarf bara að vera einhver þannig meistari sko til að eiga séns inn á Austfjörðum. Þannig að já, Vestfirðirnir held ég að myndum vilja líka fá sína mennin sko, hvaða Ísafjörður og Akranes sameiginlegt og svo í Suðurkjördæmi Garðar og Sandgerði og Höfn í Hornafirði. Já, einmitt. Vík í Mýrdal, Keflavík og Höfn í Hornafirði, þetta er ekki alveg sömu hagsmunir hérna. En eins og ég sagði áðan sko, þá náttúrulega þarf að breyta stjórnarskráni þannig að það er útilokað að gera þetta mál á hvern annan hátt heldur í góðri sátt flest allar flokka. Þið og Katrín Oddsdóttir hafa náttúrulega kallað eftir í mörg ára að breyta stjórnarskráni. Er þið ekki stjórnarskrárfélaginu eða? Ég er í símaskrárfélaginu. Ég vil að hún fara að koma út aftur á hvað er nýja símaskráin? Hvað er nýja símaskráin? Ég vil að fá hana aftur á pappírshólmi. Það þarf að spreyja það á götundar. Herði, ég verða við vorum að gera grína þér daginn, eða þú myndist á það, Þórður, í spursmálum að varst að rifja upp þessi mörgu atvik þar sem að Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra Norðmaðurinn lét ekki sjá sig á alls konar fundi sem voru haldnir á vegum samtaka atvinnulífsins, bæði hér á landi og annar staðar og tók ekki þátt, en sko henni til tekna að þá er sama viðhorf gagnvart hinu opinbera. Já. Hún var að hélt ávarp á afmælisfundi samkynniseftirlitsins síðustu viku. Fóruð á hana fund? Nei. Fjara tíma fundur sem að Páll Gunnar lét ljósið skína. Ég lét mig vanta. Ásamt forstjóra austuríska samkynniseftirlitsins og hvernig gastu mista þessu? Sko, þetta var 22. Þetta er svona rúmvika síðan þetta var. Já. Ég skal satt alveg játa það að ég er búin að taka þetta streymi í nokkurnu skömmtum bara til að víst að ég hef nú tjáð mig samkynniseftirlitið svona annars lagið. Þannig að ég taldi sem svo að ég þyrfti allavega að kíkja á hvað var sagt þarna. Ég er svona búin að þræla mér í gegnum þetta. Þetta var áhugavert ávarp, ég ætlum ekki að spila það allt, en hlustum á lokaorðinu samt. Og hvernig við getum staðið, mögulega, en betra málum. Já, því miður ekki þess kost að vera hér í dag, en hér er gott fólk fullra mínur úr ráðuneytinu, þannig að ég hlakka til þess að heyra nánar að því sem hér með að fara fram í dag. Bestu þakkir. Siglir þarna glæsilegur ísfisktógara fyrir aftan. Já, siglir verðmætasköpunum fyrir aftan. Já. Sem Páll Gunnar er búin að reyna að berja á og hún líka. Siglir á brott á tákgrænan hátt. Nei, já, hún allavega var bara að fá að spila hana bút. Já. Það er mjög sérstakt. Já, hún eins og ég tók smá upptalningu á þessum daginn að hún er ekki góð að mæta, en jú, hún mætti þarna og en er svo alltaf með einhverja skrifstofustjóra og einhverja millistjóndur á ráðuneytinu sem hann lætur aðplána þetta var 7 tíma prógram hver dró stuttastráði þennan dag og þetta séti alla afmælistöfnu samkynniseftirlitsins. Já, er fínt að fara til útlanda á okkur ráðstöfni, þú ætti að fara inn í Hörpuna og hlusta Pál Gunnar í 7 klukktíma. Sæl. Ég er í stýtingu. Erðu meira af Hönnukötu af því að hún auðvitað, ég held að þurfum að fara inn í frumherja og sækja endurskoðana með á þetta. Til að kannski bæta upp þessa fjarveru sína á afmælisráðstöfnuna, þá ætlar hún að leggja fram frumvarp sem að leyfir samkynniseftirlitinu að gera húsleit á heimirum stjórnenda. Sko, verðum við ekki að setja endurskoðana þetta? Akstursmann, myndi ég segja. Já, ég er sammála. Það má rifja upp að sko, ég held þess að fara mér rétt mál og bara ég hvet hlustundur og áhorfundur til að leiða þetta með ef þetta er rámt að ég held að í öllum hrunmálunum að það hafi aldrei verið lagt fram að gagn í neinu máli sem að fannst á heimili stjórnenda. Nei. Hérna svonefndu bankamanna sem voru dregnir fyrir dóm hér eftir hrun. Ég laði nú orðið belg þetta mál fyrir vikunni í viðskiptablaðinu einmitt líka sko.
það sem að sko svona húsleitar heimildir fyrir eitthvað stofnanir, ef það eru röngum hundum þá þetta fyrst og fremst til þess fallið að bara niðurlægi fólk sem að potkunur alveg til að gera sem að honum vantilega leiðist ekki vill fá að gera þetta. Ég meina ef við tökum að trúnmálin, ég meina þetta eru fíkniefnabrot og kynferðisbrot sem að svona húsleitir getur þurft að gera, en ég meina nú hefur þú unni í fjármálageranum Tóti, ég meina, ert þú að geyma ykkur viðskipta yfirleitt í nærfættaskúfunni heima það eru? Nei, en ég meina þú ert með í dag þetta að verða þannig það bara nú að taka símana það er allt í símana þú ert með allt yfirleitt það, þú ert með öll tölvupóstsamskipti og ég veit ekki alveg hvað þú ætlar að fara að gera heimli fólks, en það sem svo auðvitað svo sláandi við þetta, að þetta bara þarna auðvitað bara Hanna Katrín að sýna sko sitt viðhorf og viðreisnar til atvinnulífsins, það bara atvinnulífið, þetta bara einhver sko hópar sko bóa sem að fara ekki að fullkomlega vilja ríkisvaldsins og bara skattlagningarstofn og þetta bara svipan á það versus það sem að kannski svona aðrir borgarlegi flokkar eru að þá þetta sko atvinnulífið og bara frjáls samskipti einstaklinga það sem að skiptir höfu máli í þjóðfélagi og grunnu þjóðfélags og svo koma þessi einstaklingi saman ríkisvald sem berða hana til þess að leysa úr ágreiningi og því ríkisvaldi ber þá að fara varlega með það vald þessi hugmynd og þessi hugsun bara algjörlega framandi viðreisn Já, sem þetta viðhorf sem við varum að tala um á það sem kemur okkur óvart sem mönnum finnst koma sér óvart úr ranni viðreisnar Þeir bara hægri píratar Hægri píratar, ég meina viðhorfið til atvinnulífsins þannig, það sífellt tortryggt og verið að efast heilindi og segja og þið eruð ekki að taka neitt þátt í reksturum á sem samfélag okkar. Það bara píratar sem gerðir út af auðmennum í staðin fyrir grassrót. Það bara þannig. Helgi Magg R1 Nei, en svo sko, ef við minnumst aftur á þessa ráðstöfnu sem var áðan það var eitthvað Þú ert aftur þangað? Já, en það var svo góð statistík sem kom fram þar, það var einhver meistari þarna sem núna orðinn prófessor einhverstaðar í Belgíu eða eitthvað, en hann var semst að vinna á skrifstofu samkeppniseftirlits framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem þá svona, núna síður þessi samkeppnismál í allri Evrópu. Já, ok. Hvað segirðu? Ég datt bara svona 5 brandarar hugan. En þá segir hann að í Evrópusambandinu það eru upp undir 15.000 samrunar á hverju ári og það eru svona 450-500 sem eitthvað skoðar aðeins betur og svo eru 45-50 sem fara í fasa 2 og svo þetta kannski svona 8-12 samrunar á ári sem eru stöðvaðir en það eru 40-50 sem fara í fasa 2 sem hvað hlutfallið það svona 1,5-2-3% eitthvað svo leiðis en svo bara tekur Páll Gunnar næstu mál og segir já við erum síðast árið 25% bara blikkaði ekki og svo skoði þetta eftir í tíman þetta hefur farið upp í 47% á síðustu 7-8 árum 25-47% fyrir fasastöð hér meðan þetta svona 1-3% í Evrópu og þar þetta samrunar upp á kannski eitthvað veldur upp á milljarða 10 evra sko. Já, samt sem áður líka tilur sko Evrópa eins og í Draghi-skýrslunni sko að svona harðar reglur samrunar hamli en atvinnulífi í Evrópu Við erum með eitthvað svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta Nei, það er bara eins og þessi samrunar sem þetta gleymist alltaf, svo mikið að fréttum samkeppniseftirlitið bara eins og þegar að Hagar ætlaði að kaupa lyfju, muni ekki til því það var stoppað af því að það eru seldar snirtuverur á báðum stöðum Já, og vegna þess og sjampó og eitthvað svona Já, og svo var sko markaðurinn skilgreindur og fríhöfnin ekki tekið með Nei, þeir vildi ekki hlusta það og svo líka þetta bíó með festi, þeir keyptu N1 þurftu loka á hellu og í Nóatúni í bænum og eitthvað svona sko og svo eitthvað voru þeir sakað alvarlegt brot gegn sáttinni sem þið gengu að bara því annars hefði verið í dómsmáli í 15 ár sko þú veist, þetta náttúrulega bara Lúði Bergvinsson fór bara hlæjandi í bankan Já, hinn sérstakki og óháðu kunnáttumaður sem eitthvað embætti sem bara vinnu fyrir samkeppniseftirlitið Ég þetta mismæltum einhvern veginn að kalla hann tilhæfilösa kunnáttumannin tilefnislausi kunnáttumaðurinn Já ég ætla að reynda að fá annan endurskoðun með það ég bara rakst á grein í morgun með þessari fyrirsögn það sem að Dagur B. Eggertsson svo miklu í fjármála spekulant Reykjavíkurborgar segir húsnæðiskaupendur á Íslandi þurfa evru vexti Ég ætla ekki að hafa löngu orð þetta en bara, þú veist,
ekkert mála að fá efri vexti en þá skulum við bara fá efri vinnumarkað líka. Já, og þá líka bara, við fengum efri vextir En það er ekki tilnætt sem heitir efri vextir en ok. En við fórum niður í 0% vexti, 2020, eða ekki? Og þá fengum við bara sýnisnóði því hvað gerist þegar vaxtastig lækkar, þá er bara hækka eigna verða á móti, sko. Auðvitað eru lægri vextir betri en hærri vextir, en á endanum snýst þetta bara ráðstöfun að tekið fólks og hvaða treystist til að borga fyrir húsnæði á hverju mánuði og hlutfallið myndi vaxta og höfuðstólsgreiðslu skiptir ekki allum máli. Þannig að ef við förum í evruna sem hefur örugglega eitthvað að kosti en hvað var að húsnæðismarkaðin, það verður rosa dýll í svona 80 mánuði en svo erum við bara komin á sama stað, eignin það verða bara dýrar. Já, sko, þessi Svo líka spurning síðan bara fyrir var á fjármáluröggju frá DIB, sko. Já, sko, hlutfall húsnæðiskostnaðar sem sko hlutfall af ráðstöfunartekjum sko helst stöðugt yfir tímabil og það sko lægst á Íslandi á Norðurlöndunum en það liggur þetta í efri spönninni í Evrópu. Hæst þetta í Finnlandi, þannig að ef við værum að borga svona miklu hærri vexti að þá þetta væri Miklu lægri vexti. Miklu lægri vexti, já, að þá væri þetta þá værum við að borga meira á ráðstöfunartekjum okkar í húsnæði heldur en önnur Evrópulönd og þú horfir á þetta sko, Íslandi getur verið með bílinn 3-4%, kannski 4% í dag sko, verðtryggða vexti en aftur móti þetta hækkar yfir tíma, það er miklu betra heldur vegna þess að sko, launin hækka sko, og vextin róbreytir, hlutfallið að ráðstöfunartekjum fyrir niður en svo er þetta kannski með landi svo til hans Ítalíu þar sem það hefur ekki verið í kaupmáttaraukning í 25 ár og þetta er alveg sama, þú borgir eitthvað lægri vexti, þú kemur ekki betur út fyrir það, þvert á móti en svo er líka það er bara svo margt í þessari efru umræðu alltaf sem byggi bara á hreinni óskikju og sko, á sér enga stóð í veruleikanum eins og til þess að halda það að ef við myndum sko gangi Evrópusamband á morgun og í evruna daginn eftir að þá væri bara allt í einu komnir hingað einhver haugur á evrópskum bönkum til þess að lána almenningi. Sko síðan 2008 að þá hafa sko lán á milli landa á evrusvæðinu í evrum dregið saman 25%. Og vitið hvað þetta hlutfall, sko hversu hátt hlutfall af evrulánum í evrópska bankakerfinu eru yfir landamæri. Hvað heldur þau? Það er örugglega minna en ég get ekki skáða. Ég veit 15% eða eitthvað. Já, 6%. Já, ok. Þannig að þetta er ekki, þetta er bara, menn halda þetta, hérna hefur bara komnir sko evrópsku vextir. Þetta er ekki bara það, eða sumu vextir og í öðrum evrulöndum. Það er rétt eins og það að munur á matvælaverði er gríðarlega mikill á milli Evrulanda. Samt er miklu auðveldar að opna matvörubúð á mismunandi stöðum. Þannig að þetta er bara, þetta er bara svona populismi, sábúkasta pólitík. Já, en svo líka bara, las þetta nú í mokkarum, ég listi þetta núna, Dagur skrifaði ekki þessa grein, sko. Hann kann ekki að reikna svona, sko. Ég meina, við vitum það alveg. Þetta fer honum ekkert. Já, hver fyrir að skrifa þetta? Er allir ekki Gauti bróður hans? Er það ekki líklegast? Jó, en ég meina, það má alveg, ég er bara að segja Já. Ok, bara áfram gakk endurskoðun samt. Bara ábyrning, er það allir. Það eru rétt bara, það fyrir nú að síða setja hlutin á okkur en árin kemur fyrirtæki vikunar með keldunni, bara vinnur okkar í Argentínu, Milei, hann vann sigur óvænta sigur, lína helgi. Er þetta ekki bara svona enn eitt dæmið það sem að skoðanakannanir eru algjörlega út á þekju, þetta er nú búið að gerast hansi oft. Það er búið að vera að brekka hjá honum eins og Heiðar Guðjónsson rifið hann upp fyrir síðustu viku. Búið að vera að brekka hjá honum að því að systir hans með smá vesen. Systir hans með einhvern skandal, það er náttúrulega alltaf leiðilegt þegar nánir fjölskyldur meðlimir eiginlega svona fyrir manni, á þess að ég hef lent í því sjálfur en systir þín er nú oft Nei, hún er frábær en sko, flokkurinn hans þau voru að segja, bara stuttu fyrir kostingarnar að það væri bara frábært að fá svona 30-35% og þá voru þau svona kannski eins og margi heldu að vera eitthvað ekstra bjartins, svo fær hann 40% og fer yfir perónistina og þetta var langt umfram allt sem nokkur maður bjóst við en eigum við bara ekki að vera bjartsinir og trúa því að Argentínumennir sko séu tilbúnir að hafa trú á þessari tilraun því að hann hefur ég meina, þetta er búið að vera sásökafullt ferli það er mikill gröftur sem hann að kresta út þarna í Argentínu þetta ríki hefur verið gjaldþrota held ég frá aldamótum 8-9 sinnum farið í
gjaldþrot, ríkissjóðurinn hana. Þegar hann tekur við þarna 2023 þá verðbólgan yfir 200%, hún komin inn í 30%, það ennþá mikið, en þetta er réttri leið. Hann búin að fækka ríkisstarfsmönnum með einhverja 20.000 og jú, það hefur verið þjáning líka í einkageiranum, einhver fyrirtæki hefur þurft að loka, en auðvitað var þetta hagkerfi bara orðið þannig að þetta var alltaf orðið skakt, öll verð voru röng og allir hvata voru orðnir vitlausir og það tekur bara 2-3 ára leiðrétta það, en það virðist vera að mannskapurinn í Argentínu sjáu að þetta sé... Það eigi einhverja von það? Já, þetta held ég eftir að gefa hann ansi góða von að fá svona, þetta er nána sterkari kosning heldur en bara hann fekk sjálfur þegar hann vann sko, af því að þetta er miklu erfiðar að vinna þetta. Þetta mest með aðstoð frá manninum í Hvítárvatni. Já, hann fekk hérna helviti afsaka orðbræði, fekk hérna ansi þétta lánalínu frá Bandaríkjunum og það mörg er ríki fengið sko. Já. En það sem ég var að segja sko, honum við tekist miklu betur uppheldur en ég þorði að vona sko, en það sko ekki það ég hefði ekki trú á því sem hann var að gera, en þetta er bara að þú ert að tala sko kerfið og gröftin sem það er að kreista út. Argentína er náttúrulega gríðarlega sko spilland, svona sérhagsmuna pólitík og þessi þrýstuhópar eða sérstaklega sko peronistarnir sem að ég veit ekki hvort að ég skilgreina að segja sko svona partglæpasamtök sko, sem að reyður um sig í kerfinu og það hvað hann við tekist vel og haldið þó þessum vinsældum að það verður bara að segja að það sé kraftaverk og þetta er auðvitað áhugavert vegna þess að við sjáum alltaf fram á þess sérstaklega alltaf víða í Evrópu, þessi landi eins og Frakkland og Þýskaland og mörgunum lönd, þetta eru lönd sem að þurfa að taka verulega til í sínum ríkisræksti og að fara gegn gríðarlega sterkum þrýstuhópum en þetta gefur fyrirheit að það sé hægt og embættismönnum já. Menn þurfa bara að vera hugrekkir og bara keyra á hlutina og segja það sem þið finnst. Það er gott að vita þess að Íslandi eru embættismennir mjög svona hóvarir, sáðu þið ekki skýsluna hvað heitum, kjölfesta í hringuðu lýðræðis var það ekki, mann heit ekki rétt íslenski embættismenn líta á þessu kjölfestu ég horfði stundum á börnum mín og hugsa bara, ég vona eitt að ég verði þú kjölfestan í hringuðu lýðræðis bara draumur hvers fóaldri að kjölfesta í hringuðu lýðræðis alla krakkana upp í það að vera kjölfesta í hringuðu lýðræðis nei, ég meina þetta eru náttúrulega embættismenn sem skrifa þessa skýrslu og eru að skrifa hana og mæla með því að sko þeir séu festir í sessi og þeirra völd séu tryggð þannig að þetta á kostnað lýðræðislega kjörna fulltrúa var ekki líka byrjað á þessari er hún ekki svona 5 árum á seinni þessi skýrsla ég held að það hefur verið byrjað á þessu bara ekkert á síðasta áratug sko það var ekki rétt með styttu vinnuvíkunar við skrifennar hún er auðvitað bara svona hvað maður segja sko eðlilegt framhald af því sem hefur verið að gera sig þarna undanfarin 15 ára eða meira að embættismennir eru bara að taka að völdin stjórn og það er ekki bara vegna þess að sko embættismennir hafa verið frekir heldur líka bara vegna þess að stjórnmálamenn hafa hlaupið spurtu undan allri ábyrgð og látið embættin taka við þannig að er það ekki bara eðlilegt eftir þann tíma þið viljið bara formgera þau völd Jú, ég ætla bara rétt að sjálfstæðarlótin svartapetur í þessu máli með annars þannig að það er hvernig þá? Sjálfstæðarlokkurinn er búin að stýra vera við völd hér mjög lengi bara afhenda embættismönnum völdin já, það er rétt þannig að það var fárlega spurning hér nei, ég vildi bara fá útlustur hérna þar ég var algjörlega sammálaðið samt sko Sjálfstæðarlokkurinn er með það fylgi í dag en þess að hann er bara fyrirgert trausti kjósenda og hann þarf að endurvinna það á rétt sjá hvernig það gengur herru, kíkjum á kelduna, félag vikunar sem hefur þetta verið félag vikunar áður Amarok Minerals Þeir bara geti ekki hægt að finna gull maður. Þeir bara finna meira og meira gull. Það var frétt á viðskiptablaðinu í vikunni að komið tilkynning frá Amarok þetta. Þeir eru að finna nýja gullleið. Við höfum verið hérna, við höfum heimsótt á. Já, var ekki ágústi á síðast ári? September í hitti fyrra, en alltaf leið. Já, var það 23 eða? Já. Ok, tími liður. Já, það var mikið aventýri og það var mjög flott að sjá prógrammin sem er í gangi þarna og greinilega vanda mjög til verka og svo núna eru þeir enda eftir því sem best veit hefur það nú grunað þetta svæði sem þið voru staðfest á núna ætti að hafa verið með þeim hætti sem er núna staðfest en sko ég skil samt bara ekki alveg hvernig þessi stokkur reyfist sko, þú veist, hann var aðeins að hækka sko á núna gullverð fór í 4.200 daginn úr bara 2.500 bara, þú veist þar síðasta mánuði sko það er enda pínu skrítið sko, maður fer hún að kelduna að fylgjast með þessu sko, núna 1. nóvember eru akkurat 3 ár frá því að félagið var skráð á markað
og síðan þá hefur þetta gengið að hækka 127%, þar sé að hér á landi, þetta er líka skráð í Kanada og London. Hækkað 127% á þessu 3 árum. Það búið að lækka 21% á þessu ári, en hækkað 23% á liðnum ári. Þetta sveiflast mjög mikið, en samt svona til lengri tíma litið ekkert svo mikið. Ég held að þetta sé ekkert flókið og þetta sama hvort ég horfið á Amarok eða önnur hlutabrif að þá þú veist kannski á markaðinum að þá glasið ekki hálf fullt, það ekki hálf tómt, það mölbrotið og mér svona dettur stundum í hug en ég þarf að vinna við þetta og þarf að þjást við að skoða þetta að þess svona kveikir á markaðinum og þá dettur mann bara í huga þess að línur frá The Door I've been down so goddamn long that it looks like up to me. Þetta er bara svona blúsað og þá svona oft á tíðin treyta sér félög bara svona, kannski bara meira eins og Bitcoin heldur en út á einhverja fundamental fréttir, það byrtast oft fréttir frá félögum og þetta er nú bara býsna gott og þá er þetta kannski bara selt í hakk og þá er kannski annarkvort út af einhverju vilja vera íta við þessu eða bara einhver fekk innlausn og þessi einhver frek að fara í skjólvakstana. Svo það er náttúrulega ekki miklar upphæðir til að velta miklu eins og við sjáum oft til við skerast bara eins og með fyrir eins og Eimskip og Icelandair, það sem er verið að treyta kannski 8-10 milljónum og gengið fellur heilt prósenti að 2. Ég held að það voru viðskiptum daginn með eina skuldabrif og félagsbústaði, ein viðskipti, ég man ekki hversu stóra var og gengið á skuldabrifunum lækkaði 38%. Það var ekki búið að það voru einhver ár síðan þessi það hefði síðast orðið viðskipti með brifin. Gott ef þetta var ekki brifið sem ég gaf út á 1% í COVID. Já, ég veit. Það eru rétt í lokin að fá að spila skemmtilega kleipu frá manni sem að skoða nörgulega keldurna reglulega. Kristján Már vinnur okkar, mínum að þetta er einna betri fréttamönnur landsins sem að var að fjalla í vikunni í fréttustöða 2, eða fréttum sínar eins og það heitir nú í dag, jarðgangagerð í Færeyjum. Strákar, ég byrjum bara á svona mínútu, eftir svona hálfa mínútu, horfið og hlustið á þetta. Sjáu bara hvað hann er glaður, hvað hann finnst gaman að fjalla þetta. Ég er bara svo ánægður með þetta. Þeir byrjuðu ekki að grafa göng undir sjó fyrir þeir sáu hvernig heppnaðist með hvalfjarðargöngin hjá Íslendingum. Þá grófu þeir Vogagöngin til að tengja flugvöllinn í Vogum við Þórshöfn, þeir grófu Norðureyjagöngin til að tengja Klaksvík í stærstu eyjarnar. Svo fóru þeir sem mögnuðu Austureyjagöngs, næstu 12 km löng og það er sagt að þessu einu neðansjávargöng í heimi með hringtorki undir hafsbotni. Og svo fyrir 2 árum þá gerðu þeir önnur mögnuðgöng, 11 km löng, Sandeyjagöng. En nú vilja láta stærsta drauminn rætast. Það eru göng til Suðureyjar. Þetta er held í 4. stærsta eyja Færeyja. Þarna búum 4500 manns. Þetta er svona álíka fjölmennt og Vestmannaeyjar. Og það hafa einhverjum 2 leiðir verið til skoðunar. Leið 2A sem er 28 km löng og ætla að kosta 104 milljarðar. Ég ætla svo mikið að ræða mikið, Ella veit ekkert hvað hann er að tala en sjá bara hvað hann fyrir gaman að þetta. Já, hann elskar jarðgöng, Kristján, og við gerum við það ekki allir líka. Jú. Já, en ég held samt að það verði gælt að vara við því að horfa á Færeyjar og svo erum við alltaf að segja hvað geta Færeyjar geta gert svo mikið. Já, bara Kristján Má. Já, ég sama hér. Við getum alveg tekið þessu umræðu bara síðan. Þeir eru bara með miklu þéttari setlögum við, þannig að þetta er svona þægilega að gera þetta. Já, það er enda mikilvæga punktur því að stundum er fólk að hugsa af hverju gerum við ekki eins og Færeyingar, af hverju erum við ekki með göngastar eins og Færeyingar Þeir eru með, þetta er svo gamalt berg og setlögin eru bara eins og nánast eins og bara einhverja linsur ofan á hver annari, þannig að þetta er miklu þægilega að bora í gegnum þetta, meðan eins og til Íslandi þáttu að gera göngi gegnum Reynisfjallmunni, það var bara hætti það, þetta er ekkert fjall, þetta er bara rúa. Já, bara moldarhaugur. Þetta er bara grjótrúa, það er ekki hægt að bora í gegn, þú varst bara að tróða einhverju röri í gegn það til þess að, þannig að það er ástæðan, þannig að það er svona vinkill sem að kannski við þurfum að ræða þess betur. Herðu, rétt í lokin, ég seti ykkur fyrir smá heimavinnu. Ef við ekki sjá fyrst frétt, það var frétt á Mogganum í vikunni vantarlega leiðtogaprófkjör í Framsóknarflokknum. Orðið sjóðandi heitt undir feldinum eða? Já, mér sýnist það. Það sem Willum og Lilja, þau mælast náttúrulega efst þarna. Ef við sjáum aðeins neðar, strákar, frá Búlis, þá eru þarna smá könnun. Við sjáum nú Einar Þorsteinsson er ekki að mælast mjög hátt. Að það ekki þessari könnun. Þetta var könnun sem var unnum fyrir systur þína og Ólöfu. Já, þetta er mjög áhugavert.
Við höfum eftir að fjalla eitthvað framstaflokkin á næstu dögum og vikum. Það verður að fróta að sjá hvort það verður leiðtogaprófkjör þar. Já. Ég endar held að stuðningsmenn Sigurður Inga sé að býja eftir mómentinu þar sem að hann verður hvattur til að bjóða sér eftir fram. Hann búin að tilkynna það náttúrulega ekki að halda áfram. En það verður svona, þú veist, hann sé að reyna að búa til, ekki hann kannski sjálfur en stuðningsmennars, reyna að búa til eftirspurn eftir honum. Það getur verið að því að sko, þessi tvö þarna sem eru líklegur stangan þessu, þú veist, þau eru ekkit á þingi, sko. Þú veist, Nei, svo það. Er ekki Willum bara hættur? Ná, hann fórst í ISI, ég held að langitana. Já, eða verið formaður. Já, sko, verða menn ekki að sitja á þingi eða ætla að vera formenn í flokki, þú veist, eða kannski er minn en ár allt í lagi, en þú veist, það eru 3 ár í kosningar, sko. Já, öllu á breytum. En að því sögðu, ef við varum að fara í jeppaferð, við vinnum okkur í afturtökspólar á Suðurskautið, sem við ætlum að gera einhvern daginn, við erum að taka þátt á Grænlandi, eins og við minnst á þann, við erum að taka þátt á Suðurskautinu líka. Næsta mál. Hvaða framstamenn myndu vilja taka með ykkur? Og ég að byrja. Já, sko, ég held bara að því mér langar til að hitta hann, þó að maður hafði þetta síðan að hann hafði verið nett ruglaður. Tökum við Jónas frá Hriflu, hérna. Já, þú ert bara að þanga? Það er að þanga, taka hann með og hann kemur með eitthvað súsa selsreifa og eitthvað viðbjóðna með sér í næsti. Það var eitthvað gaman að spjalla við hann og þetta er svona á gamla skólanum, maður getur eitthvað að bjarga sér að það kemur eitthvað vesen. Og svo eins og bara, svo hinn sko, ég meina, vaknið þið aldrei á mótnan og hugsið, hvað ætli Finnur Ingólfsson sem ég að gera núna? Hvernig ætli honum liði? Átti hann ekki frumherja? Eða getur það ekki verið? Það er þá, jú... hann er búinn að selja það, sko. Já. Já, þannig að Jónas Hriflu og Finnur Ingólfsson sem áregla mikið að góðan sögum. Já, maður þekkir svo framsóknarmenn og þeim fyrir nú fækkandi. Stundu segir við ekki djókja við séum öll framstamenn inn við beinið. Jú, þetta er svona kannski frægustu framsóknarmenn í dag, sko, Halla Hrund og Einar Þorsteinsson, sko. Að ég myndi aldrei, sko, vilja taka þau með, en ég gæti ekki treysta á að þegar við verðum komin að Suðurskautinu að þau væru ennþá framsóknarmenn. Það er ekki hægt. Þannig að þeim sem ég sé á þessum lista, og ég er mjög gaman að ég kynnast nýju fólki og ég hef aldrei hitt hennar sem er 3,1%, einhvern annan. Ég myndi taka hann með, alveg tímalaust. Einhvern annan. Já, okay. En síðan myndi ég þetta taka, sko, mann sem er genetískur framsóknarmaður og ég bara treysti á sig framsóknarmaður og það eru þetta herra Hnetusmjör. Ég held að veri gríðarlega gaman að hafa hann, hann er svona besti rímnasmiður Íslands í dag. Þannig að ég myndi taka herra Hnetusmjör og einhvern annan. Ok. Ég ætla að leyfa þér bara að komast upp með það svar. Já. Já, hvað ætlar að gera annars? Já, ég segi einhvern annan í svona... Nei, heyrðu, þú vaktar þessu upp. Hvað ætlar að fara í húsleit hjá honum? Pálkurinn er nú örugglega allir þessi framstamaður. Já, hann er framstamaður. Pappas og stjúpa voru... Ég myndi ekki taka hann með. Nei. Herðu, á leiðinni, á Suðurskauti, þá myndum við taka með ykkur Ísabita. Ekki spurning. Þórður Gunnarsson. Fá ekki að taka þetta með okkur heim? Jú, það er props fyrir aftan ykkur. Takk þetta með okkur heim. Mikið prótín. Sko, þú ert bara, það hlustur átt að segja Þórður Pálsson, þú ert kallaður Tóti og Þórður Gunnarsson, þú ert kallaður Dotti. Já, svona af þeim sem eru með tröstið. Já. Ég kallaði reyndar aldrei Dotta. Þú þarft ekki að kalla með Dotta, sko, en svona kannski í þessum félagskap væri það skilegt eða ekki. Má ekki kallaði Dotti? Jú, alveg sjálfsagt. Þú alltaf að kallaði Tóti? Einn sem var ég kallað Doddi, svo hætti það og ég var kallað Tóti og ég veit ekki. Ég veit ekki eins og hvernig það byrjaði, þetta bara ekkert minni 9 ára bekk var þetta komið að stað, ekki að mínu upplagi og ég hef ekkert getað hristið. Ég var einhvern tímann búin að skrifa þegar þú varst í þetta hjá mér og ég var að gera svona fyrirstöðum þáttinn og eitthvað Tóti Páls og eitthvað þú veist og ég leiðrétti það, ég skrifaði Þórður Pálsson eða Þórður Páls eða eitthvað svoleiðis. Já, þú formlegur. Ég kunni ekki vera með Doddi eða Tóti í fyrirstöð sko. En núna er það að komin í sjón eða sko á YouTube að vera svona meira hip og cool Jú, fara á TikTok og labbútaskrifstofuna og kl. 2 á föstu dögum. Já, leggja niður störf. Herðu, ég ætla við skulum fara á síðus og fá okkur þess að veit ykkur á kjötkomarinu. Þakka ykkur fyrir komuna, Þórður og Þórður, ykkur sem hlustuðu og ykkur sem horfið. Góða helgi.